útsendingu frá Síminn Invitational, 16 manna hraðskakmóti í beinni útsendingu hér á Símanum. Ég heiti Björn Ívar Karlsson og með mér í kvöld er stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Velkomin Helgi. Takk fyrir, gaman að vera með þér. Hér tefla 16 af sterkustu hraðskakmönnum og konum þjóðarinnar og í kvöld fáum við tvær viðureignir, tvö einvígi. Annars vegar stórmeistarinn Helgi Ólafsson og kandidatmeistarinn Halldór Brynjar Halldórsson. En síðar einvígi kvöldsins er stórmeistarinn Jóhann Hjartarson og fítimeistarinn Ingvar Þór Jóhannesson, sem nú venjulega í hlutverkinu sem þú ert í núna í kvöld, Helgi. Já, það er gaman að fá að leysa hana af. En ef við byrjum aðeins á fyrri viðureign kvöldsins, Helgi Ólafsson og Halldór Brynjar, hverju getum við átt von á í þessari viðureign? Já, náttúrulega Helgi Ólafsson er sigurstranglegri að mínu mati. Hann er mjög reynslumikill og svona ég hugsa skákstíll hans henti vel á móti Halldóri, af því að Helgi teflir mjög traust og býður færis á meðan að Halldór svona hann er mjög segur skákmaður. Ég á til dæmis erfitt, ég er ekki mjög gott skora á móti honum í hraðskák, þannig að hann er svona taktískur og svona en hann hefur tilhneigingu til þess að gera svona mistök sko sem eru svona strategísk eðlis, þannig að staðan versni hægt og rólega. Þannig ég er svona með við hvernig Helgi teldi fyrir áramót í Íslandsmótinu að þá myndi maður halda að hann ætti að vinna þetta inn við örugglega. Hvað þarf maður eins og Halldór Brynjar að gera til þess að eiga möguleika í einvíginu á móti Helga? Já, ég held að það sé að lykilatriði að reyna að flækja taflið eins mikið og kostur er. Já. Og tafla hvasst og ekki að leyfa Helga að tefla hratt og örugglega og leika svona standardleiki sko. Reyna að grugga í skítuðu vatni sem maður segir, reyna að koma á slíkri baráttu. Það myndi henta Halldór almennt sér betur en Helga, en Helgi er hins vegar mjög klókur í að stýra taflinu svona í sko sinn farveg. Og þannig að maður þarf að vera svona mjög sko árvökull strax frá upphafi þegar maður tefla á mótunum. Já, einmitt. Keppendur munu tefla 6 skákir eða þar til annar þeirra fer yfir 3 vinninga, ólíkt einvígjunum sem voru fyrir áramót, þar sem að keppendur þurftu að fara yfir 5 vinninga. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út og keppendur munu hefja taflið eftir nokkra mínútur ef við ræðum aðeins seinna einvígi kvöldsins, Ingvar Þór og Jóhann Hjartarson. Já. Hvað getur þú sagt það? Ég reikna nú freka með að það verði meira spennandi svona fyrirfram að því að Ingvar er ólsegur í netskákinni svona og auðvitað Jóhann kannski sigurstranglegri en í svona netskák hefur mér sýnst að Ingvar vera svona ansi sterkur á svellinu, þannig að það verður svona spennandi viðureign sko, held ég. En Jóhann er náttúrulega einhverju leyti mistækur, en þegar hann er á sínum besta degi þá er hann alveg rosalega sterkur. Þannig að það fer svolítið eftir dagsforminu. Þannig að ég bara, það verður sjálfsagt ætti að vera nokkuð spennandi einvígi sko, fyrirfram. Það eru Síminn, ljósleiðarinn, Kollab og Lengjan sem að styrkja þessa útsendingu og við munum halda áfram hér næsta sunnudag þar sem við fáum fleiri einvígi. Mótinu lýkur svo ekki fyrir í apríl, enda er þetta útsláttar fyrirkomulag og við erum núna að hefja 16 manna úrslitin með þessum 2 einvígjunum hér í kvöld. Eru þeir að fara að byrja eða hvernig? Nú bíðum við bara spenntir eftir að keppendur hefji leik. Það eru Helgi og Halldór Brynjar. Það er alltaf gaman að fá þessa viðureign vegna þess að þegar Halldór Brynjar var ungur maður þá naut hann leiðsagnar Helga Ólafssonar í skákskólanum og nú fær hann tækifæri til þess að sanna sig gegn meistaranum. Já, það er nú fáir íslenski skákmenn sem hafa nú ekki notið leiðsagnar Helga Ólafssonar. Það er hárrétt. Helgi náttúrulega var skólastjóri, hann var á undan þér, hann var í 28 ár eða eitthvað álíka. Og náttúrulega fyrir það var hann líka búinn að vera að skrifa náttúrulega mikið skák og kenna. Þannig að hann er náttúrulega verið lifað og hrært í skákheiminum bara frá unga aldri. Heldur betur. Það er áhugavert, Helgi, að hann nafniðinn Ólafsson, hann er sko nánast með 2800 stig í netskák, 2789.
sem að mér finnst vera ótrúlega hátt og hann ótrúlega öflugur þrátt fyrir að vera komin á hann aldur. Ég meina, þetta ekki merkilegt að maður sem á 70 aldri skuli vera svona öflugur í hraðskák? Jú, en Helgi náttúrulega afar hæfileikaríkur skákmaður og hann líka með svona skákstíl sem ég myndi segja að hendi ágætlega. Er fyrsta skákin búin eða hvað? Eða hvernig þetta? Nei, held ég nú ekki. Eða eru þeir að byrja eða hvaða stað er komin hérna upp? Við bíðum eftir að þeir hefji leik, félagarnir. Ok. Nei, en allan það kemur mér ekkert á óvart. Ástríða Helga fyrir skák er ótvíræð. Hann heldur sér í góðu líkamlegu formi og skákstíllinn hans er þannig lagað áreynslulaus að mér finnst það persónulega ekki koma á óvart, Einmitt. Hann duglegur að tefla og halda sig við, hann Helgi í netskákinni, veit ég. Já. Nú erum við þeir byrjaðir? Nú ættum við að vera að fara að fá þetta upp hérna. Spennandi. Sýnist þetta var að koma hjá okkur núna, já. Þetta byrjað og þetta þá fyrsta skákin? Þetta fyrsta skákin. Og það Helgi Ólafsson sem að stýrir hvítumönnunum. Já, einmitt. Í þessari skák. Hann peði yfir og með biskupaparið. Við skulum bara fara eldsnögt yfir byrjunarleikina, Helgi með hvítt og við fáum hérna Torri árás. Þetta hefur nú Björn Þorfinsson telt með góðum árangri. Hann hefur verið að þeyta hápeðinu en Helgi gerir það ekki og hann vinnur hérna peð. Já. Halldór Brynjar með einhverja bætu fyrir peðið? Í stuttu máli nei. Í stuttu máli þetta? Það eru óljósar allavega. Þetta bara, já, ég veit ekki. Kannski rittarinn að hoppa á D3, ég veit að ég meina ef það kemur núna Rúkur 7 þá kemur væntanlega biskup B7 og vinnur skiptamun. Það er einn valkostur, þannig að hann fór að skiptamunum svona. Rittarinn onni á D7 þá er hann hróki undir, þannig að þetta koltabað. Við erum ekki með réttan tíma þarna á keppendum, þannig að já, við skulum fá það aftur upp, en skákin bara lokið hreinlega. Helgi hefur unnið fyrstu skákina. Já. Einmitt. Það reyna að koma Helga hérna eitthvað óvart, hann ætla kannski að fórna peði með B4 eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona, eða fara með já, einmitt. Þetta svona eins og Evans-gambitinn. Akkurat. Tekur Helgi peðið, já, hann gerir það. Já, það er ekki hægt að gera neitt annað en það. Það fyrir með biskupinn alveg alla leið, já, athyglisvert. Það hefur kannski haldið að þetta voru svolítið svona eins og frönskvörn. Akkurat. Nema, já, hvítur búin að fórna peði. Þetta nú alveg færi fyrir peði, myndi ég halda. Á Halldór Brynjar að reyna að skipta upp á svartræðabiskupinum á einhverjum tímapunkti með biskup A3. Hann það kannski að hingra núna á leiku G3. Nei, ég myndi segja að allir sjansar hvít séu á kongsvagnum og þá þarf að halda köllunum inn á, núna þessa spurningin er svartur, er ekki að hóta E5, þannig að þetta til dæmis algjör óþarfi að drepa strax á G6 af því að biskupinn og D3 var svo mikilvæg upp á sókninu að gera. Einmitt. Myndi ég segja núna eru færi hvíts mjög óljósari fyrir peði en það samt hann að spyrja spurninga, ég myndi halda að hvítur eða svartur kemur vel til álita mínum að drepa rittarann með biskup og leika svo biskup D7 og tefla síðan taflið. Já, það er það sem hann gerir. Já. Er þetta tvípeð Helga og Gilirinn eitthvað vandamál?
ekkert stórkostlega vegna þess að það skiptir ekki máli, játtu þú tapir þá er jafnt á peðum og svartur ef hann myndi tapa, þá myndi hann fá hans í margar línur meðfram hvítureitunum vegna þess að já, ég myndi segja núna að þetta væri betra og svart. Halldór G5 er góður leikur og sjálfsagður. Reynir að brjóta upp þessa peðagjöf hjá hvítum. Þannig ég myndi bara drepa á F4 eins og Helgi gerir. Og núna til dæmis að leika biskupi 1-8 og virkja biskupinn sko. Akkurat. Það virðist nú vera mjög rökrétt að gera það. Hann vill virkja drottninguna fyrst sko, sem er líka alveg fínn valkostur sko í stöðunni. Af því þá ertu að fara að sækja á kónginn sko. Já, einmitt. En það kemur kannski, það kemur riddarinn hana. Ég myndi, af því að núna kannski líka að hugmyndin hjá Helga er kannski að leika D4 og opna sem sagt að fara með biskupinn á C6 og nota A8 til H1 skálínuna. Kannski þess vegna vildi hann ekki skuldbunda biskupinn á E8. En hann sjá. Þetta er svona hótun hérna í stöðunni. Hann leikur núna D4 sko. Já. Þá vil þetta mál hvort hann hefði ekki átt að gera það strax, en staðan fyrir að skuldbinda hrókin á F8. Þetta virðist mjög óþægilegt þetta ef að biskupinn endar hérna á C6 og hvíti kóngurinn algjörlega fastur í horninu. Og sjáum þá Halldór leikur biskup A3 út á hróknum á F8 og Helgi bara drepur á C3. Já, ég hef nú kannski beðið með en ok, þetta er bara skemmtileg takmennska hjá honum Helga. Já, hann fær hérna reyna, þetta er flott hjá honum. Fær hérna þetta með tempói sko. Þetta lítur vel út, myndi ég segja. Lítur mjög vel út núna fyrir Helga. Hann getur drepið á Ég myndi bara leika riddari C2. Ég held að það lítur ljómandi vel út sko. Hótar þá ýmsu? Já, bara riddari C2 og en hann drepur þetta svona, ok. Það er líka örugglega í góðu lagi sko. En ég sá ekki betur en það væri mjög flott ef þú leikir riddari C2, þú hótaði þá biskupinn G2 og riddari E3 í skák og drottningin af. Já, líklega hefur Helgi átt margar leiðir sem lágu til Rómar hana. En ég held að þetta sé líka gjörinni sko. Drottningin og riddarinn vinna vel saman og já, drottningin á C4 er að falla. Jú, þetta er bara önnur leið við að ná markmennu. Jú, þetta var líka fínt hjá honum sko. Sjáum við að riddarinn skákar hann á F3 og Helgi vinnur drottninguna og mér sýnist Halldór hafa gefist upp. Staðan orðin 2-0. Nefnilega sko, Helgi er mjög góður sko, ef þú teflir eins og kaffihús og skákmaður sko. Já. Hann er mjög góður í að sýna fram á veilur andstæðingsins. Og þannig að sko, ef þú maður er mjög mikilvægt að reyna að tefla kast á móti Helga en þú verður að gera af skynsemi. Já. Það er svona mín reynsla allavega. Nú sjáum við að tíminn hjá okkur verðist vera rangur hérna hjá keppendum. Við sjáum hvort við getum ekki leyst úr því. En Helgi er að tefla aftur þessi sömu uppstillingu áðan. Já, þetta ætti nú ekki að gefa hvítu mikið, en þetta er bara svona staða sem að örugglega bara mjög fín á móti Halldór ef þú veist hvað þú ert að gera. Af því að Halldór hefur tilhneigingu að vera mjög virkur skákmaður sko. Já, hann teflir grunnfeldsvörn og búinn að gera það lengi og ég get alveg sagt því að það Helgi að svona teldi ég þegar ég var yngri á mótunum til þess að hleypa hann ekki út í lætin sem hann vill fá sko. Jú, einmitt. En það getur verið skynsamlegt sko, byrju nú á ekki hvítuleik núna. Hvítuleik núna, jú. Og það er sem sagt Helgi sem hefur hvítt. Já, það er svona spurning hvað F4, já, það er athyglisverð lausn á vandamálunum. Þannig að þetta ég held að þetta sé fín stað á svart. Eða svona, hann hefur að minnsta kosti jafna tabli, sko. Hvað getur plan Halldórs verið núna við saman drapan og F3 var það rétt ákvörðun? Ég er ekki viss, það því að P og F4 var mjög sterkt, sko. Já. En
spurning hvort að hann hafi í huga að leika Finnu 4, já ok, Gunnar 5, ég er ekki alveg samfærður þetta sko, þetta veikir svolítið stöðuna en þetta er athyglisvert. Sko, það er spurning sko, hvernig er best að svara þessu sko. Hann er að spyrja hvíta hann er að spyrja spurninga, ok, hann Helgi ákvað að tefla þetta svona. Ég held að, sko, ég er ekki hrifinn af tappinsku svars, en ok, þetta er praktist séð þetta hörku sjansar, sko. Ég er ekki viss endilega að þetta hafi verið rétt hjá honum Helga að tefla þetta svona, en hérna, látum okkur nú sjá. Og þetta er svona tvísins staða, ég held að Halldór verði að drepa P-ið á C5, annað væri óráð. Það má ekki leyfa riddarnum að koma á C5. Ok, allt í lagi, þetta er spennandi leikur. Riddarinn fer hérna inn á D6. Já. Spurning hvað hann kannski já, bara fínt að þróa taflið, já, þetta er... Getur Halldór reynt að grafa eitthvað undan þessum riddara hérna á eftir? Já, með náttúrulega B70, B6 og hérna, hann Halldór allan að koma svona stöðu sem myndi almennt segja að henta hans stíl, myndi ég segja. Einmitt. Þannig það, fórum við hrókinn aftur tilbaka. Já. Já, hvað, já, ég fatt að, það finnst mér vera sérkennilegt. Af því að náttúrulega riddarinn var leppur allan á þessum tímapunkti. Einmitt. Ok. Sjá hvað sittur. Helgi stiður við riddarann með hrók og D1. Já. Já, ég hérna... Já, hans hrókur F átti að vera mjög sérkennilegur. Að tapa svona miklu tíma. En ok. Drottning C7, já. Hann myndi halda að það kæmi Bjarni 4. Stiðja við P-ið, já. Já, en það kemur líka til greina að drepa á F5 og leika biskup C4. Mér finnst það nú að vera ansi freistandi. Helgi gerir það, já. Og nær þó kannski að létta aðeins á stöðunum með uppskiptum. Já, ég held að þetta hafi verið mjög skynsamlegt, sko. Af því að núna, eins og ég var kannski að tala áðan að Halldór hefur tilhneigingu að taka sjans og svona og Helgi er mjög góður í að ef hann fær síðan að nýta sér veilurnar í stöðu andstæðingsins vegna þess að hann sjálfur teflir traust. Einmitt. Og þannig að það skiptir mjög miklu máli sko á móti Helga að tefla djart og hvasst en samt af hóflegri, af einhverju vissri skynsemi, sko, vegna þess að hann er líka mjög klókur í að nýta sér veilurnar, sko, ef þú teflir eins og kaffihúsaskápmaður. Einmitt. Þannig að mér sýnist þetta sé orðið gjörunni núna á Helga. Já, ég sé ekki betur, það fjallar annar P-ið. Já, ég getur ekki Helgi leiki núna riddari D4, hann gat gert það og unnin bara mann. Sýndist það, já. En þú veist, þetta er líka alveg traust, já, hann bara er að skipta upp á og þetta er svona önnur aðferð en það er allt í lagi að vera að vinna mann eða lið sko eftir riddari D4, syndist mér. Einmitt. En þessi aðferð, hann er tvempiðum yfir með sterkar riddara og hann getur skipt upp en hann getur líka, hann gæti þess að leiki G4 í þessari stöðu sko. Já, styrka riddarann. Það þarf ekkert en vegna þess að þó að það sé eitthvað lítið eitthvað illa út þá hrókur D6, já, það er bara flottur leikur af því að ef að biskup drepur og þá kemur drottning G7 át þá missir biskupin valdið af G7-réttnum. Já, þetta er mjög óþægilegt fyrir Halldór núna. Já, einmitt. Hann drepur, átti sjálfsagt ekkert skárra. Og núna er voni á B7 það getur hirt það peð sko. En líka kemur vel til greina að leika bara Gunnar 4 til þess að enn allt í lagi, hann dreipur hérna. Það eru ennþá einhver smá trikk í stöðunni en það er nú svona, þú getur kannski leikið H5 núna og reyna kannski, ég veit ekki, hvítur álíkari D7 skák, Já, einmitt. Þannig að þetta er gjörunni tafl, sko.
Það er lítið eftir af Sprikli og Halldóri, hann er að reyna að finna eitthvað, gefa sér smá tíma. Hann leikur Kongur H8, já. Já, er ekki tíma klukkan eitthvað vitlaus? Já, það er rangur tími sem við sjáum hann niðri á Helga er í rauninni tími Halldórs. Já, ok. Þannig að ég veit að ekki eins og í þessari stöðu þá, já. Já, fýll leikur, vegna þess að ef þú drepur á F5 þá kemur hrókut í 8 mát. Mitt. Þannig að núna leikur hann náttúrulega bara G4. Styrkir rittarann og svo bara H3, já. Og þá var hann orðið lítið eftir. Já. Einmitt, þetta er nokkuð klassískt, myndi ég segja. Já, þá þar með er staðan orðin 3-0 Helga Ólafssoni vil og við förum í örstuttar auglýsingar, örstutt skilaboð og ekki fara langt kæra áhorfendur og höldum áfram eftir skammastund með við Helga og Halldórs. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapplaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Komið sælur aftur áhorfendur góðir. Við erum hér í beinni útsendingu frá Síminn Invitational og við erum að fylgjast með einvígi stórmeistarans Helga Ólafssonar og kandidatmeistarans Halldórs Brynjar Halldórssonar. Staðan er 3-0 Helga í vil og hann vantar bara hálfa vinning í viðbót til þess að tryggja sér sigur í þessi einvígi. Helgi, þetta fór svona kannski eins og þú átti von á. Nafniðin var mjög öruggur í sinni nálgun í fyrstu 3 skákunum. Já, Halldór getur nú telt töluvert betur að mínum mati. Hann var með færi í skáknum, sko fyrsta skákin var alveg hræðileg að mínum mati af hálfs með fullri virðingu fyrir honum. Já. Og hann veit það örugglega alveg sjálfur. Skák nummer 2 var spennandi framan af. Hún var spennandi framan af skákin og Halldór hefur þurft að tefla aðeins að meiri nákvæmni til þess að halda stöðunni saman. Já. En hann var búinn að fá svona stöðu sem að hefði átt að henta honum ágætlega. Og í 3. skákinni þá, eða reyndar, það var kannski þá aðalega 3. skákin sem við erum að tala um, en önnur skákin líka var hann komið. En herðu, þeir eru að byrja aftur. Þeir eru byrjaðir. Þannig að það er spurning hvað Halldór, hann fer núna í teóríu. Leikur ekki að 3 eins og síðast. Og þetta er, sjá hvað, þetta er sýkilega vörn. Nú, hann dreipur þetta svona, það er nú óvinnulegt. Leikur, ég held að hvítum mátt ekki leika, já, ok. Þetta er nú óvinnulegt, ok, hann leikur í F5, ég held að þú verður að leika þá F4 eða eitthvað svoleiðis fljótlega. Á 3 er allt í lagi. Já, ok. Svona það byrja jafnvægi, Helgi er að tefla greinilega kannski mögulega aðeins ótraust en allt í lagi. Þetta er fín staða á svart sko. Halldór Brynjar verður að vinna þessa skák, heldur hann leggja allt undir frá byrjun eða heldur hann bara sér hægari sinni nálgun? Hvað myndir þú gera í þessari stöðu, Helgi? Með bakið uppi vegg? Já, ég held að það væri bara best að reyna að tefla tablið og sjá hvað gerist sko. En mér sýnist nú að Helgi sé, eins og við vorum að tala um að hann er bara mjög betri sko þegar kemur að strategíu en Halldór. Já. Nú var orðið uppskipta á mönnum og eftir setur hvítu með hvítrædda biskup og Helgi með riddaran. Hvor létti maðurinn sterkari í svona stöðutípu? Það getur verið dýnamist sko, almennt því að þetta verið í góðu lagi á svartan út af því að hann hefur góða stjórn á svörtureitunum en það eru hættur í þessu fyrir svartan út af bæði D-línunni og líka því að biskupinn og C4 er sterkur upp á F7. Ég er nú ekki hrifinn að því endilega að fara í þetta svona af því að átökin snúast náttúrulega mikið D-línuna. Já, Helgi tæplir þetta skynsemi sko. Einmitt og er að laga þá F7 punktinn sko. Spurningum að leika H5, já, einmitt eins og hann gerir sko. Nei, ég meina, þetta er kannski örlítið þægilegur og hvítt upp á vissu marki en svartastaðan býður líka upp á möguleika sko. Ég held að hvítu verði að einhverjum tímapunkti að velta fyrir sér að leika F4 en það skapar líka hættu út á F4-piðinu og þannig að þetta er svona bara það byrja jafnvægi sko. Já. Hann er eitthvað að reyna að príla hérna með A5-pið og spurning sko álitamál að drepa E4 sko eða leika B6 eða drottning C7 svona. Já, það er alveg lógist að gera það eins og Helgi bara halda strúktúrnum af því að riddarinn er sterkur og kannski drepa mögulega núna og drepa svo E4. Drepa þá hérna á D1 og reyna síðan að vinna þetta pjá. Já, eða leika riddarinn drepur E4 strax, það kemur líka til greina. Og því það er vonið á hann gerir það. Já. Og þá verður vantilega hvítur að leika drottning drepur E5 skák. Og þá verður vantilega uppskipt á drottningum, já, og er þetta Helga í hag að skipta upp á drottningum í þessari stöðu? Já, sko, það er nú ennþá svona smá hættur í svörtu stöðuna að spurningum hrók og D6 í þessu.
Gerir það, já. Já, drepur og drepur, já, ég veit það ekki. Þetta eitthvað betra á hvítt, myndi ég halda. Þessi hrókur kannski á leiðinni hérna upp á E7. Já, það er spurning að leika hrókur D8 og leika svo hrókur D7. Já, mætunum hérna á D7 einmitt. Já, og leika svo kóngur F6. Og þá fjara frumkvæði hérna hvíts út. Að minnstu kosti hætt á því. Já. Af því að náttúrulega riddarinn og C5, hann rosalega, það erfitt að hrekja hann í burtu. Einmitt, mjög góð riddari hér. Já, þannig að... Nú fer að vera svolítið erfitt fyrir Halldór að gera þessi mat úr þessu D-piði hérna. Já, hann verður að prófa þetta. Þannig að, þú veist, hann með, kemur kannski riddari C5 og, já, spurning hvort að Helgi sé einhverju hættu að lendi í einhvers konar leikþröng, sko. Þannig að hérna, þetta ekki, það eru sjansar á riddari B7 góðu leikur, held ég. Held það, sko. Já, nú sjáum við að Helgi tilbúin að taka þetta peð, en hann myndi þá að samanskapið missa F7 peðið sitt sem mikilvægt. Já, hann leikur hérna F6, já. Spurning eftir kóngur F4, þetta nú alls ekki svo einfalt að verjast. Ég myndi halda að ætti að leika riddari C5. Já, riddari C5, það besti leikurinn. Þá þetta betra svart, sko, hann að verða peðið yfir, sko. Já. Já, ok, ég minna. Tæknilega unni tafl fyrir Helga eða hvað? Já, hann aldrei að fara að tapa þessu, sko. Skiptir svo sem ég hafa einhver sérstökum máli hvort að hann vinnið að gera jafntefli. Þetta mjög traust allavega. Já, þetta unnið, jú. Sýnist mér, sko. Sjáum að Helgi viður þetta með kóngin sinna stað og kóngurinn á leiðin á B4. Það sem hann hótar þessu peði. Og svo getur hann farið að hugsa að brjótast í gegn. Leikur C4. Ef þetta væri drepið þá væntanlega fellur allt í kjölfarið, riddari drepur og B2 það eru samt hættur á kóngsvæng, sko. Já, hvað gæti Halldór mögulega gert til þess að... Ef að riddari drepur B2, það líka þá biskup C2, sko. Af því að riddari, hann ekki góður í að verjast hotpiðum. Einmitt. Þannig að þá gætu verið praktíski sénsar svona. Það þarf eitthvað að reikna þetta út. Ég ekkert endilega viss að það hafi verið sniðugt, sko, að þvinga atburðarásin og svona fram eins og Helgi gerði. Það hefði verið alltaf lagi að bíða aðeins lengur svo svona hverju framvindur, sko. Til dæmis en alltaf lagi, staðan þessi og hann verður að gæta sín. Riddari D6 á spurningin hver hugmyndin hjá honum En kemur ekki kóngurinn inn núna? Það ekki eitthvað svona smá? Jú, þetta nú orðið kannski smá hættulegt á hann Helga. Þá hann að bjóða upp á peðsendatabl og þá þarf að reikna það út, sko. Hvor undan, já? Já, sýnist að gæti endaði jafntefli þá, af því ég held að hvítu verði á undan og með skák, en peðið verið komið á A2 og þá gæti það verið jafntefli, sko. Einmitt. Þannig ég held að þess vegna leikur hann þarna, hann að reyna að sprikla, já. Já, þá kemur þessi leikur, sko. Biskup D1 þá, eða hvað? Er það ekki eina træið? Nei, hann gerir það ekki. Þá þetta náttúrulega búið, sko. Nú fellur peðið og... Já, þá þetta alveg búið, sko. Já. Hann má ekki drepa núna á F5 kóng, en nei, nú tablið tapað, sko. Þannig já, nú getur hann tekið peð, þannig að þetta unnið. Já, Helgi teflir af miklu öryggi í dag, þannig að það ekki hægt að segja annað. Þetta var spennandi skák framan af og Helgi þurfti að vanda sig, sko, að halda sjó, sko. Einmitt. Þannig að, já.
Já, þessi peður orðin óstöðandi og það ljóst að Halldór verður að játa sig sigraðan. Skákinu röð og þar með líkur þessu einvígi 4-0 Helga Ólafssyni vil og við förum næst í einvígi Jóhanns Hjartarsonar og Ingvars Þórs Jónassonar. Við ætlum að fara fyrst í örstutt skilaboð og komum svo aftur eftir örskamma stund. Ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega að ferða þig hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Æska tvæs. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
sælur, kæru áhorfendur. Þið eru að horfa á beina útsendingu frá Síminn Invitational. Það eru 16 manna úrslit og við fáum fljótlega upp einvígi stórmeistarans Jóhanns Hjartarsonar og fítimeistarans Ingvars Þórs Jóhannessonar sem yfirleitt er nú í hlutverki lýsenda en tekur nú þátt í keppninni. Helgi, við ræddum aðeins í upphafi útsendingar þetta einvígi. Þú spáir því að þetta getur orðið spennandi, meira spennandi einvígi heldur en það sem við sáum áðan? Já, ég hef trú á því aðalega vegna þess að ég held að Ingvar sé sko hlutfallslega betri í netskák en sem sagt yfir borðinu og hérna ég er ekki viss um að það sama eigi við Jóhann þó að hann sé náttúrulega mjög sterkur svo veltur þetta líka mikið á dagsforminu. Þannig til dæmis ef að Ingvar er einhverju úrslit og Jóhann er í stuði þá ætti að vera alveg augljóst að Jóhann myndi vinna því að hann er betri skákmaður. En í svona einvígi sko netinu það Ingvar er mjög klúrinn og hérna held að hann gæti veitt Jóhann í keppni og skráfeyfur sko. Ég held að þetta verði allan meira spennandi en síðasta einvígi hérna þar sem að Helgi sýndi bara mjög trausta tapinsku og nýtti öll mistök Halldórs til hins ítrasta og Jóhann, hann er líka þannig skákmaður, það beinskeittur og svona, hann gefur oft meiri færi á sér en Helgi. Þeir eru byrjaðir og það er Ingvar Þór sem hefur hvítt í fyrstu einvígiskákinni. Við kunum spóla hérna eldsnögt tilbaka, fengum upp enskan leik og Ingvar skásettu báða biskupana sína. Við sjáum að tími keppenda er réttur. Ingvar hefur hvítt. Tíminn hans þarna uppi vinstra megin. Jóhann með svart. Tíminn hans niðri hægra megin. Hvað er þetta að segja með þessa byrjunarleiki, Helgi? Já, ég getur ekki svartu drepi hann og hótar hann rittarinn og B5 líka, sko. Þannig að ég sé ekki betur en að Jóhann. Já. Sko það spurning sko ég held að hvítur verði núna bara tabli skipta minn undir með því að leika rittari drepu D4 hann er þá með viss færi sko. Já, er eitthvað möguleiki að skjóta inn hann rittari í S6? Nei, ég held að þá komi bara drottning C8 og rittarinn kannski lokast inni? Já, hann myndi lokast inni ef þú dræpir hrókinu F8 sýnist það sko, ég held að það verður að leika drottning drepi D1 og ég held að það er svona lógist að leika drottning C8 eða fara þá kannski með hrókin á eða drottning C8 til þess að valda B7 og leika næst C6 en það eru praktíski sensar samt sko, hann leikur drottning D7 það var náttúrulega peð á B7 onni ég haldi að það væri mjög mikilvægt peð vegna þess að rittarinn á D4 er sterkur þá er hvítur alveg komið með færi til dæmis biskup drepi B7, hrókur D8 og biskup C6 ég hugsa að þú veist þetta er mjög ólógist sko að leika drottning D7 sko meðan þeir stóð til boða að leika drottning C8 og halda í peð sko, þetta er mjög mikilvægt peð þannig ég myndi halda að hvítur léki hér biskup C6 til þess að stoppa C7, C5 framrásina af því að það er lykilatriði að halda rittarunum á D4 Akkurat, þessi rittar er mjög sterkur á D4 og Já, og svo ertu komið með, núna er þetta alveg hörku færi á hvítt, eins og þú með biskupabarið, beðið uppi í skiptamunin og kóngstaða svart sem mun veikar en kóngstaða hvítt, þannig að það er erfið vörn framundan sko, hjá hvítum, en ok, núna leikur hann drottning C8, nokkrum leikjum og seint. Það kæmi til greina að leika hróku C til þess að koma í veg fyrir biskup C5 og styðja við baki á rittarunum þannig á D4. Það er eitthvað sem að kemur til álita myndi ég halda. Kemur líka til álita að leika drottning 1-2. Þannig að sko, að því að svartur hann hyggst leika hróku D6 og hróku D8 myndi ég halda. Þannig að hróku C1 hann myndi sko bjóða upp á þann valkost ef að svartur leikur hróku D6 þú farið þá með rittarunum B5. Ég myndi bara segja að hvíta staðan væri betri. Já. Í þessari stöðu, eftir hróku C1. Ég myndi leika hróku C1. Ingvar gefur sér töluvverðan tíma, hann er komin undir mínútu, Jóhann ennþá í kringum 2 mínútur. Jóhann hefur alltaf verið svona fyrir eitthvað skynsamur í tímanótkun, er það ekki rétt?
Helgi? Jú, yfirleitt. Hann mjög praktísku skákmaður, þannig að hann hefur alveg það í vopnabúri sínu að tefla upp á tíma andstæðingsins. Drottning E2 er líka fínn leikur vegna þess að hótaði náttúrulega biskupnum á E7. Já. En sko, maður svona hafði ágjör, Er riddari E6 inn í myndinu núna eða hvað? Já, ég er að velta þá fyrir mér að leika þá hrókur F8, já, þá er náttúrulega onni á, jú, hvers vegna ekki, en þá er spurning með hrókur D6, sko ég hugsa hrókur D6, hrókur D6, sko þetta er það sem ég var að tala sko, að leika bara hrókur C til þess að stoppa það að svartur væri að virkja biskupinn. En ég meina, þá kannski hefur komið F, en í þessari stöðu, hrókur D6 held ég að sé eini, vegna þess að, hrókur D6 er riddarar F8, hrókur C6, hann leikur hrókur D6, já, sko, núna, ég hefði alltaf viljað halda hvítreita biskupnum. Einmitt. Núna, já, þetta, já, sko, þarna missur stjórn, sko. Þannig að ég held að hitt hefði verið, af því að það, sko, já, en það er bara ný staða. Núna myndi ég segja að staðan væri það bil í jafnvægi, mögulega betri á svart. Já, Ingvar hefur 1 peð upp í skiptamunin en það á nú að vera svörtum í hag og eins og þegar Helgi segir, hvítur er búin að missa hvítrættabiskupinn sinn sem hafði dálítið góð tök á hvítrættunum. Þá er aðeins svona hægara vik fyrir svartan. Ingvar reynar að H4. Já, það er bara hrókur E4 var líka góður leikur en já, þetta er svona já, þetta er dýnamísku jafnvægi, myndi samt segja já, upp á tíman að gera þá er þetta já, B5 er ekki góður leikur. Það er alls ekki góður leikur. Aha, hann hefur mistað þarna riddari B6, hótað drottningunni og getur þá tekið þarna B5. Já, núna kemur drottning A8 og opnar þessa skálínu, sko. Já, þetta er þú verður að leika F3, já. Nei, ég meina, hann er búin að missa öll tök á stöðunni. Nei, hann leika sér hrók. Hann leika af sér hrók, já. Þetta er það sem ég er að tala að sem sagt, munurinn á til dæmis Jóhanni og Helga í netskák er að Helgi, hann leikur sjaldan einhverju svona af sér í einu leik. Einmitt. Jóhann hefur tilhneigingu til þess að leika oftar af sér. Og þannig að þetta var heldur betur óvænt. Það sé Jóhann var búinn að snúa vörn í svo og engin spurninga að hann var með hartnær unni tap svona þannig lagað. Allan að vanlega stöðu, sko. Þeir fara aftur í enska leikinn. Það var aftur í enski leikurinn og nú er það Ingvar sem að stýri svörtumörunum. Við sjáum tíman hans uppi vinstra megin, hann er réttur og Jóhann teflir þetta með E3 en ekki með G3 eins og Ingvar gerði á hann. Já, hér eru margir möguleika fyrir svartan til þess að fá það bil jafnt tafl. Biskup B4, já, það er einn valkostur. Já, hann var vinsælt að drepa hann bara strax á C3 svona í seinni tíð. Jú, það er líka allt í lagi að hrókera en það er líka traust að drepa bara á C3, sko. Það er líka í staðan fyrir biskup B4 líka möguleika að leika D5, þannig að Já, Jóhann teflir þetta svona, drepa með peði. Hver er svona pælingin á baku þetta? Taka á sig tvípeð bara? Já, þá er yfirleitt hugmyndin að tefla upp á að þú stjórnir miðborðinu, þú ert með biskupaparið og þetta er svona mjög hæg uppbygging sem að hvítu vel þá. Og sem sagt hægt og síðan er reyna að undirbúa það að tefla upp á miðborðið og kóngsvængin. Einmitt. Ég veit, sko, þarna hér myndi ég halda svartur eftir leika biskup G4 og vera með betra tafl. Já. Ég er ekki, sko, venjulega ertu alls ekki að leika D4 svona fljótt, sko, þú býður miklu lengur, sko. Einmitt, setur peðið á D3 kannski fyrst og byggir stöðunu upp áður. Já, peðið var á D3. Já, fyrir ekki að ég ætla að segja í þessari stöðu hér,
Peður á D2. Nú það var á D2. Já, fara með hérna á D3 og... Já, vegna þess að núna verður miklu sko veikleikin á C4 og veikleikin í peðastöðunum miklu áþreifanlegri. Einmitt. Í staðan fyrir að þú styrkið og svo en hérna Jóhann mér hefur oft gengið ágætlega á móti Jóna hérna vegna þess að hann það beinskeyttur skákmaður að hann svona það er mjög gaman að tefla móti Jóhanni. Hann alhliða skákmaður og hann er oft önun að fylgjast með hann þegar hann í stuði sko. Einmitt. En hann svona kannski ólíkt Helga þá gefur hann meiri færi á sér. Helgi mjög traustur skákmaður. Nei, ég átt aldrei að drepa á D4. Það ekki, vegna þess að núna fær hvítu miðborði með því að leika bara 5-3. Þá hann bæði með biskupaparið og, hann var kannski eitthvað hræddur við riddari H5, ég held að það hafi nú ekki... Já, D5, það þá hugmyndin. Já, reynir að nýta sér þessa leppun hérna. Já, kannski var þetta bara í góðu lagi sko, en samt, jætti þó myndi fá þetta staka peð þarna tvípeð sko, þótt með F-línuna, með stakt peð og C7, ég myndi ekki segja að svartur hafi bætt stöðuna sína, ég meina þú gæti til dæmis leikir hrókur að C8 eða eitthvað slíkt sko, eða vikið drottningun undan og byggt upp tablið hægt og rólega, að mjög sem sagt á ekki að gefa eftir miðborði, ég ekki hrifinn að því að gefa svona eftir miðborði með hérna edrubi D4 af því að hvítu var með hann var með tvípeð. Einmitt. Hann var með tvípeð á síðlínunni og hann náði að slétta eins úr peðastöðunum. Nú fær hvítu tvípeð aftur en eins og Helgi segir þá hefur hann hálfopna F-línu í staðinn og góð tök á miðborðinu. Hann með svona peða massa á miðborðinu sem erfitt vega. En ég ekki hrifinn af drottning C5. Ég held að svartur leika mögulega núna drottning D6. Að það gæti verið sniðug leið. Já, riddari E5, hann svona sprikla. Þetta áhugaverður leikur. Hugmyndin þá að riddarinn fjalli hérna á D2 ef að hvítu dræpa á E5. Jóhann Hörva með biskupinn. Já, þetta kannski skemmtilegu leikur af því að nú getur allan að stilt upp peðinu á C6 en þetta samt betra þá þrýsta á hérna E4, skemmtilegt. Þetta nú skemmtilega talt hjá Ingvari sko. Spurning hvort að mig ekki bara drepa á E4, taka sjansinn á því. Já, hann gerir það. Spurningin með eitthvað á hérna vegna þess að Jóhann gat bara leikið drottning C2, sem drottning C5 áðan var slakuleikur hjá Jóhanni. Þannig að svartur ætti að vera í nokkuð góðum málum hérna. Einhverju möguleikar fyrir Jóhann þarna eftir F-línunni á F7? Já, alveg tímalaust þannig þetta ansi svona spennandi staði en ég myndi segja að svartur standi hann peði yfir og ég myndi segja að hann standi vel af í. Valda peðið sitt. Já, þetta skemmtilega telt hjá Ingvari sko, hvernig hann nýtti sér. En hvítur augljóslega með færi fyrir peðið. Þannig að það mikið eftir að þessari skák. Já. Ef að hvítur kannski næra að koma einhverju hreyfingu á þessi peð og jafnvel stukka við þessu riddara. Jóhann setur drottningunni svona B3. Hefur svona auga með C6. Já, nú svartur held ég bara að bæta stöðun og lagar hann hrókin og B8 næst. Þannig að þetta lítur vel út hjá Ingvari og hvernig tíminn, þeir með svipaðan tíma. Já, tíminn réttur. Þeir eru rétt undir mínútu báðu tveir. Já, Ætti Ingvar að reyna að planta riddarinn sinum á E4 eða hingra með það? Hvað finnst þið með það, Helgi? Ég held að sé alltaf að bíða aðeins, að bæta stöðuna á annar staðar á borðinu fyrst, áður nú ákveður það. Hann lék hérna síðast hróku D6, hann fer yfir á E6 og þrefaldar. Já. Bara leika að lofta út, sko, kannski eins og með G6 og kongur G7 eða H6, svoleiðis. Það eitt sem ég ætlaði að fá að nefna, Helgi, með þessa uppstillingu á mönnunum hérna. Þetta nú kennt við þekktan skákmann sem þú heldur upp á, ekki rétt hjá mér? Þekkirðu það? Nei. Allikins Gunn þetta kallað. Já, Ég man ekki alveg eftir þessu fræða heiti verið að viðurkenna, sko, en jú, ég held mikið upp á Allikin, það rétt.
En þetta er bara Ingvar tefla ljómandi vel. Þetta Já, er ég sammála mjög því. spennandi. Hann er hann er þarna Anna Peð. Já, hann er bara, þetta er bara orðið kólunnið á svartan. Hann er 2 pm yfir og Jóhann virðist bara mótspilslaus þannig. Já, ég var ekki hrifinn af því hvernig Inga lét eftir miðborðið, sko, og sko málið er líka Jóhann er svo rosalega trikki, sko, þegar hann er komið með tappa, sko, þá er hann oft hættulegastur, en mér sýnist þetta sé svo koltappa núna að hann geti nú ekki retta sér út úr þessu, sko, það kemur svona trikkleikur, svona dæmigerður af hans hálfu, bara leika kongur G7, sko, þannig að maður þarf að vera mjög, svona, en þegar maður komið unni á Jóhann að átt að sjá hvað hann er að pæla, sko, því hann er göldróttur, sko, þegar hann er með tap, sko, alltaf að reyna að trikka mann, sko. Spurning H4 núna til þess að vinna hrókin. Já, einmitt, ég var að velta fyrir mér H4 og hvað gerir hann með þennan hrók? Hann leikur drottninga 4, já, hrókurinn dálítið klunalegur hann á G3. Jú, það er líka örugglega fínt, sko. Virðist drottninga F5. Já, þetta er líka allt í lagi, en kannski kosið að leika bara H4 og vinna skiptamun, sko, en ættu alla leiðir að liggja til rómar. Ingvar með bæta kóngin, bara kóngur G7, en hann er ekkert að hann hýrðir enn eitt peðið og Jóhann gafst upp. Já, hann gafst upp. Já. Og það er mikið fagn. Já, það er fagnað núna, sko. Tapaði kannski Jóhann á tíma eða hvað? Nei, hann gafst upp. Hann gafst upp, já. Þetta var skemmtilegt. Það er skemmtilegt að Ingvar lifi sig inn í barátuna. 2-0 og nú er ég viss að ef ég þekki Jóhann rétt að hann leiti leiða til þess að taka sig á og reyna að bæta tapmiskuna. Hann er náttúrulega hókinn af reynslu í einvíum og veit að hann á að gera betur. Þannig að þetta voru slæm mistök mörg sem hann gerði eftir að sko, af því að í prinsipinu hlýtur að vera vitlaust hjá svörtum að drepa D4 og gefa eftir miðborðið og opna tabli fyrir biskupapar hvíts. En þetta var hugmynd á bakvið með því að leika D5, þannig að það var hugmynd á bakvið þetta sem þannig að, þú veist, drottning C5 var til þess mjög slakuleikur, sko, að mínum mati, líka ekki góður leikur. Þannig að það var margt en á hinbóginn verður það ekki tekið af Ingvari að hann bara taldi skemmtilega og vel. Virkilega. Þannig að, þú veist, Jóhann hefði líka, sko, eftirrittar í D7 ef er einhver tími þangað til við næsta skák hefst eða hvað? Skulum sjá hvort við getum fengið upp í skýringaborðið og farið aðeins yfir þetta. En 2 skákum lokið og staðan 2-0. Ingvari Vil kemur svolítið óvart, svona með hvað maður hefði mátt búast við fyrirfram í þessu einvígi. Jóhann einhvern veginn hefur ekki alveg náð sér á strik í fyrstu 2 skákunum og Ingvar á samanskapi telt virkilega vel. Og við bíðum eftir að keppendur hefji 3. skákina, en ég meina hvað, er eitthvað augljóst Helgi hvað Jóhann getur gert svona til þess að breyta þess aðeins, hvernig á hann að stilla sig af til að koma sér inn í einvíð aftur? Já, hann þarf bara að ná svona aðeins að taka eina skák í einu og bara finna leið til þess að bæta framistöðuna og vegna þess að hann veit að hann á að geta unnið þetta einvíi. Þannig að það fyrsta sem það er bara næsta skák og hvernig er best að nálgast hana og taka þetta svo skref fyrir skref. Ég reikna með að hann finni leið til þess að bæta framistöðuna og byrja þar. Vegna þess að ég held að Jóhann hann tapar ekki næstu skák. Já, það er yfirlýsing frá Helga Sköldarsinni og þeir eru byrjaðir og það er 3. skákin komin upp. Þetta er nú ekki mjög spámannslega vaxtið en það var ég allan búin að útiloka þau úrslit að Ingvar vinni.
Þeir teldu hérna bók og indverska vörn Einmitt. og það er Ingvar sem að stýri hvítum mönnunum og Biskupdröppi D2 síðustu leiku Jóhanns. Ingvar gefur sér smá tíma, ég íhuga hvernig hann er að drepa tilbaka á D2. Já, ok, hann dreipum með biskup, já, athyglisvert. Og Jóhann tímabundi peði yfir. Hvernig vinnur Ingvar þetta peði tilbaka hann á D4? Já, ég myndi nú segja sko að Svartur hafi jafn og taflið í raun og veru núna og ég myndi halda að hvítur ætti að hrókera stutt. Annar möguleiki er að leika biskup F4 eða biskup G5 eða eitthvað slíkt. Eða fara með biskupin þarna. Já. Já, það kemur vel til greina. Við sáum að vandamál hvíts var það að hann átti ekki gott með að taka peðið tilbaka vegna leppunarinnar hér. Þannig að Ingvar leikur biskup E4 og Jóhann er búinn að drepa F3. Já, einmitt. Ok, spennandi. Fer þessi biskupinn á D6 eða hvað gerir hann? Já. Ekki alveg vissum þess að ákvörðun að drepa og finna 3 sko og ég held að aðra lausnir í stöðunni hefði verið mögulegar sko. En allt í lagi. Mann er allan að peði yfir tímabundið. Nú sjáum við það að Svartur má ekki hrókera, hann verið ólögur leikur í stöðunni af því að biskupinn valdar hennar einn. Þannig að það er ákveðið vandamál sem að Jóhann þarf að leysa núna til þess að klára liðskipurinn sína. Jóhann á leik, já. Þetta er bara betra á hvít, það er nú ekkert flókið. Já. Já, en ok, þetta er glúrinleikur. En spurningum, biskup Jésu þá er onni á C4. Spurning hvort þú getur elt hrókin eitthvað, sko. Hvort að þú vinnir þá skipta með drottning D3. Aha, já. Ingvar leikur hróku C1. Það er spurning þá með riddari finnur 5 í þessar stöðu. Hvað er að gerast þá? Hann gerir það. Já, biskup E5. Já, ég var ekki hrifinn af því að drepa og finnur 3. Ég held að það hafi ekki verið góð ákvörðun hjá Jóhanni. Nú spurningum biskup B7. Nei, ok, hann ákvörður bara að drepa þetta. Nú er taflið svona það byljamt. Já, Ingvar er búinn að vinna peðið tilbaka. Kannski aðeins þægilegar á hvítt en Jóhann er mjög reyndur í stöðum á þessu tagi. Ég hef oft tapað fyrir honum í sambærilegum stöðum. Einmitt. Þannig svona, maður þarf að vera mjög mjög svona alert fyrir öllum stöðulegum hótunum sem að Svartur hefur sko og vanda sig sko. En almennt séð er þetta aðeins betra og hvítt vegna þess að taflið er á báðum vangjónum og hann er með biskupaparið. Einmitt. Og eins og við vitum þá nýtur biskupinn sín vel í svona opnum stöðum, getur haft áhrif á báðar hluta borðsins og með rittarinn er aðeins takmarkaðri. Jóhann leikur hann á D6, svona hálfgerð brottgaltar uppstöðning hjá honum og hvað ætlar hann að bíða átekta eða er einhver leið fyrir Jóhann að opna taflið sér í hag? Nei, leika B5, ég veit ekki alveg með B5. Já, mér sýnist Ingvar eitthvað bölva og ragna þannig að ég veit ekki hvort hann ætlaði að gera eitthvað annað. Já, en þetta er ekki svo slæmi leikur sko, þetta er bara hróku C5 kemur hérna til álita myndi ég halda. Svona stöður henta Jóhann ágætlega, búið að fækka mönnum, hann veit nokkuð með hvað hann ætlar að gera. Ég hugsa að hann fari jafnvel með kóngin og E7 eða hefji eitthvað aðgerðir og kóngsvæng sko. Og ok, já, E5, já, ég er alveg vissum að hann þurfa að gera þetta svona fljótt, annar reyna að herja á C4 peð svart, eða hvíts. Já. En það er náttúrulega hægt að valda það á ýmsan hátt, já, ok, hann teflir upp á þetta B6 þó peð, hann Ingvar. Ég held að þetta gæti verið bara nokkuð glúri hjá honum, dreipið, já. Jóhann hirðir þetta peð á C4 og er þá kannski að tapa peðin á B6 tilbaka eftir drottning A7. Já, þetta er anslega hættulegt á svartan mynd, ég held að. Já. Anslega hættulegt. Jóhann gefur sér tíma núna, hann er með örlítið betri tíma, 1:20, Ingvar komin rétt undir mínútu og það verður uppskipt á hrókum. Já, núna veit ég ekki alveg hvað hlutlegt sé, þetta er snúin vörn.
ekki gáfulegt hjá Jóhanni að stýra. Sko, mér fannst þetta vera sérkennilegt. Sko, mínar hugmyndir í stöðinu voru að leika drottning C7 og fara með kannski kónginn og E7 og reyna að bæta síðan stöðuna. Já. Einhvern veginn þaðan. Eða sko, hann átti líka möguleika, út af því biskupinn voru C6, hann átti möguleika á að, sko, staðan fyrir drottning E6, að leika A5. Vegna þú máttir þá ekki drepa P-ið, en þá hefði biskupinn og C6 fallið. Einmitt. Í þessari stöðu hérna áðan, það sem Helgi á við að leikur eins og A5 myndi grafa undan biskupnum, sem sagt ef að hvítum á ekki drepa þá fellur biskupinn og A5 myndi þá líka blokkar alveg drottningavangin og gefa svörtum tíma til að byggja stöðun upp. En oft Jóhann mjög útsjónasamur í svona stöðum, en eins og í þessari stöðu þá bara P og B6 onni, vegna þess að riddari G4 ekki beinleiðis hótun út af því að hrókurinn T8 onni. Og þannig að þetta mjög vanlegt á hvít. En biskup G ekki góðleikur, held ég. Ég einhvern veginn hef það á tilfæði. Okay. En allt í lagi, þetta íðileikur ekki neitt. En ég held bara að hinn leikurinn hafi verið betri, sko. Á hann að taka strax á B6 eða skjóti inn hrókur C7 eða einhver leikur? Já, það kemur til greina, en þá vísu sko átt líka hrókur D7 sko upp á að skipta upp á. Ég held að það sé þannig að það hefði þá verið voni á B5. Já, þarna sérðu, sko, nú er hann búin að loka biskupinn af, biskupinn og C6 var nefnilega sterkur í að styðja við BP-ið, sko. Þannig að þetta ekki ákjósanlegt hjá Ingvari, en allt í lagi, hann er ennþá með vanlega stöðu, svo ekki segja, já, ok, þetta vel telt hjá Ingvari, bara vel telt. Og Jóhann voru mjög tæpur á tíma. Ingvar að komast í 3-0? Ég held það bara og segja, hann er að segja, Helgi Ás, þú veist ekki raskat hvernig þessi skák fer, sko, segir Ingvar bara. Já, en Ingvar geti verið að koma þér í erfiða stöðu, Helgi, því ef Ingvar vinnur og kemst áfram, þá þarf þú að koma þetta aftur, kannski. Já, það er aldrei að vita. Já, kæra áhorfendur, staðan er orðin 3-0, Ingvar Þóri vel, heldur betur óvænt og við ætlum að fara í örstuðskilaboð og koma aftur með framhaldið af þessu einvígi. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Komið sælir aftur, kæra áhorfendur. Þið eru að fylgjast með beinni útsendingu frá skákmótinu Síminn Invitational og það er innvíi stórmeistarans Jóhanns Hjartarsonar og fítumeistarans Ingvars Þórs Jóhannessonar sem er í gangi og Ingvar Þór er 3-0 yfir sem að við verðum að viðurkenna kemur okkur aðeins á óvart. Ingvar þarf bara hálfa vinningi viðbútt til að vinna þetta innvíi og þeir eru komnir á stað með 4. skákina. Við skulum sjá hvort við fáum hann ekki upp. Fáum hann upp hjá okkur, hún er hér já. Og það er Jóhann sem hefur hvítt núna og Ingvar svart og tímarnir réttir hérna eins og þeir eru hjá okkur og það er frönsk vörn á borðinu einmitt sem Ingvar hefur haldið treiðu við lengi og Jóhann teflir þetta advanced afbrigði, ítir hann að peðun áfram strax á F5 dreipur tilbaka með rittar á D4. Er þetta eitthvað óvinnlegt Helgi að tefla þetta svona með hvítu? Það var nú í gamla dag alltaf að drepa með peði en ég meina það er bara alls konar til í dag sko, bara að fá einhverja stöðu í svona 3 mínútna skák, hraðskák á netinu þannig að ég held að þetta sé vel teflan. Jóhann er yfirleitt nokkuð vel að sér í byrjunarfræðinum þannig að hann er náttúrulega já, hann lítur að það verður líka F4, ég meina þetta er bara svona staða. Ég meit hvítu með svona aðeins meira rými, kannski fyrst og fremst út af þessu F5-peði sem að þrengir aðeins að svörtum. Jú, þetta er allt saman þekkt. Hvað geti Ingvar verið að hugsa er hann að fara að hrókara í þessari stöðu og þá hvoru megin, Helgi? Já, hann geti líka aðeins beðið og sé til, sko, kannski halda hróknum á H8, leggja kongur F8, kongur G7, það er eitthvað sem kemur til greina, en mér sýnist nú þetta vera eitthvað skrítið hjá svörtum að tefla þetta svona. Þannig að ég myndi segja að svartur að hvítu standi betur. Jóhann alltaf jafn beinskeyttur, bara heldur áfram á. Reynar að opna taflið með C4 og Ingvar heldur þessu lokuðu, ítipeðinu á D4 og þá er svona spurningin eins og ég var að velta fyrir mér að hvað gerir Ingvar við kongin sem lætur hann vera á miðborðinu eða reynir hann að koma hann með eitthvað stærri skjól? Já, ég held að hann sem bara alltaf læg að bíða hans og sjá svona. En þetta er mun þægilega að tafla á hvít. Álita mál, hægt að drepa á D4 en ég myndi nú ekki halda að biskup B1 væri svona praktískari leikur. Halda biskupnum inn á borðinu? Já, því að þá fær svartur viss færi sko, því að svartur reytinni verða hennar veikar fyrir vikið. Betra að bíða og sjá að því að hvítur með það mikla stöðu, svona almennt séð. Það er svona Jóhann er að taka sinn tími í þetta, að velta þessu fyrir sér. Leikur C5 hann er þá að hugsa að planta rittarinn á D6 það eru svona rök með þessum leik myndi ég segja Þyrfti Ingvar að drepa þann rittar eða getur hann eitthvað svona telt í kringum hann? Já, einmitt, hann gerir þetta svona ég held að þetta sé rétt ákvörðun hjá Ingvari og þegar þú skákar að leika kongur F8 og þú að halda svartrittarbiskupnum að því að peðin eru alltaf sterk þess að ekki að drepa hér heldur að hlýðra konglum bara á F8 og leifa rittanum að standa á D6 þannig að ég held að það sé nauðsynlegt spurning með biskup B5 Jóhann er bara skák núna þvingar hann þetta var ekki góður leikur biskup B5 var ekki góður leikur að mjög slæmt að þurfa að drepa á D6 þetta er orðið mjög vanlegt og hvítt ef ekki unnið þetta var mjög óþægilegt og núna þetta er bara búið eiginlega sé ekki betur en þetta sé biskup dreipur D4 núna sem maður halda að vísu þá kannski drottning A6 þannig að þú veist hrókur C7 eða hrókur upp í D4 þetta eru fínir valkostir sem að hvítur hefur
Hrókurinn getur farið upp á C7 eða jafnvel bara drepið á D4. Já, en ég hugsa að jafnvel biskutur upp í D4 gæti, en það er engin ástæða, þú vilt kannski hafa biskupin á H4 sko. Hann leikur hrókur C7 sem er líka einn af valkostunum í stöðinni. Já, eins og Helgi segir þá getur biskupin sveiflað sér hérna hinum megin og stutt við sókn hvíts. Ingvar reynir sitt besta, hann leikur riddara B4 og gefur hann eftir D4 P, það var lítið við því að gera en já, spurning hvernig hvítur bregst við, það er náttúrulega freistandarinn að tefla upp á mát sko í þessu stöðu en líka mjög, endateflið er mjög vanlegt. Já, þetta er rosalega óþægilegt þetta P hérna á D6 fyrir svartan. Já, mjög svo. Og B7 P-ið veikt, A P-ið veikt, þetta er mjög slæm staða á svart. En það hann er nú oft ansi barátuglaður í vörðinnan Ingvar og þetta er ekkert alveg komið hjá hvítum. Þannig að sjáum hvað setur. Spurning hvort að hvítur hóti líka hrókur, nei, ég veit að hrókur D7 skák og svo líka hrókur C1 hrókur. Þetta er í D5, ok. Já, líka bara hrókur C1, þetta ætti að vera tæknilega unnið tafl, sko, myndum maður halda. Ok, D7, já, ok, já, það er fínn leikur. Hugsaði, af því að þá, ef svartur leikur hrókur B, þá getur þú drepið og leikið hrókur C1. Já, uppskipt á hrókum og svo hinn hrókin hérna. Já, það hefur ekki tíma, þannig ég held að D7 hafi verið rétt. F5 áhugavert. Það er bara hrókur C, nei, þú getur ekki alveg, já, það er voni á F4. Ok. Já, það er svo tilraun. Að reyna að brjóta þessi tök sem hvítur hefur á stöðunni. Við getum að gera þetta. Ég held að þú eftir ekki að drepa þetta tilbaka, sko. Ok. Nú reynir Ingvar að koma kóngnum sínum á vettvang og kannski reyna að vinna þetta D7-peð af Jóhanni. Einmitt. Hrókurinn hans hefði aðgangað 5. rautarauðinni ef hann þarf. Hrókur F5, hann gerir það. Já, úrvinnslan hjá Jóhanni hefur ekki verið upp á það besta, myndi ég segja. En þetta er ansið erfið vörn eða það hjá svartum, en ég segir, jú, þetta vel gert. Smá möguleik að komast út í hróksræðantafl peð undir. Til dæmis endatafl það sem að hvítur hefði 3-2 á kóngsvagnum, eitthvað þannig. Já, það er alveg einmitt hann að reyna að gera þetta svona. Spurningum hrókur B6 og sækja G6 peðinu eða leika hrókur B5 og drepa A-peð, eða þetta er ekki einfalt. Svo er spurning já, kongur E3, já, einmitt, það var það sem ég voru að hugsa, já, ég held að þetta peðsendatapsi tapa, sko. Já, af því að hvítur getur búið til svona fjarlægan frelsingja þannig á kongsvagnum. Já, sýnist það. Hvítur kemur með kongin hér og býtir frípið hinum meginn og svartur þarf að hafa hemil á því. Já, en hann á náttúrulega, sko, A3, A4, sko. En hann verður alltaf leikþröng, sýnist mér. Já. Kongur í F5 núna hlýtur að vera rétt. Af því að þú, FP er sko með skák. Ef þú leikur kongur C5, F5 bara, og drepa svo með FP. Keppendur orðnir tæpir á tíma, en það ætti ekki að skipta máli. Jóhann ætti, en byrju, hvað er þetta, já? Vill hann frekar gera þetta svona? Af hverju gera hann þetta svona? Mjög skrítið. Þetta var bara stórfurðulegt. Gefur Ingvar þarna dýrmætt tempó og allt í einu er... Þetta var bara kólunni eftir F5 í staðið fyrir G5. Já, allt í einu á Ingvar möguleika komið drottningu og... Já, þetta er bara betra svart ef eitthvað er. Þetta er bara betra tafl. Þetta er ekki verra. Ingvar á 3 sekúndur eftir og Jóhann aðeins betri tíma, en nú ræðist þetta í barningi, tímaraksbarningi, og það er nú Ingvar nokkuð sleipur, ef ég þekki hann rétt. Heldur betur. Það er nú verið skynsalega fyrir svartan að halda í AP, sko, til þess að hafa mótspil.
en voru þetta tapað. Já, og Ingvar fórnar höndum, Jóhann þyngar uppskipta drottningum og staðan orðin 3-1. Já, en ég meina leikur eins og gefinn sýnir að Jóhann ekki upp á sitt besti í dag, það nú alveg á hreinu, sko. Það var svo augljóst að þú áttir að leika FM að því þá rennur peðið upp með skák, sko. Einmitt. Þannig að Jóhann í einhverju svona óstöðu í dag held ég. En síður, maður veit aldrei, það aldrei hægt að afskrifa gömlu meistarana, þeir eru ólsegir. Já, það er ótt að segja það. Staðan 3-1, Ingvar í vil og eins og ég sagði hann, honum duga bara 1 jafntefli til viðbótar til þess að tryggja sig áfram í þessu MVI. En Jóhann náði aðeins að býta í skjaldarendurnar hann með þessu sigri. Já, það var til og með lærdómsríkt sko fyrir áhorfendur að Svartur að mínum að þetta hefði alltaf átt að bara að halda í AP vegna þess að það var tryggingin fyrir mótspili og halda drottningunni sem þetta á til dæmis C2 þar sem þú valda bæði G6-pið og A4-pið. Þannig að staðan var bara alls ekkit verra á Svart. En svo, ég meina, þetta náttúrulega taugatrekkjandi og en svona atriði eru mikilvæg á síðustu stundu. Einmitt. Og þeir eru byrjaði núna á 5. skákinni, þar stýrir Ingvar hvítumörunum og hann leggur D4 eins og áðan. Já, þá teflir Jóhann Kongsindira, hann nú Sviss á milli Nims og indiskra vörnar og Kongsindira svona, hann velur þetta aðbriði núna. Einmitt, Jóhann hefur telt með marga skemmtilega skákir í Kongsindiranum, ríðast upp fyrir mig til dæmis frábær sigur hjá honum á Reykjavík skákmóti á móti sterkum úkraínskum stórmeistara þar sem Jóhann kom með svona dularfullan hrókur E8 leik sem að hann þurfti nánast að útskýra eftir á af hverju var svona sniður. Ingvar hrifinn af þessari uppstillingu veit ég með hvítumörunum. Og við köllum þetta svona beygja til hægri systemið okkar á milli í góðu gríni að því að hvíturinn að brjótast í gegn hann á drottningavengnum og beygja til hægri áður en að vera mátaður. Akkurat. Þetta er svona skemmtileg kapphlaupsstaða. Einmitt, þetta er það. Maður var að tefla þetta í gamla daga þegar maður var krakki. Þetta er allt saman teóría. Þeir tefla þetta hratt, félagarnir þekkja þetta báðir og biskupinn hörfar á E1. Og fyrir þá áhorfendur sem að sjá þetta í fyrsta skipti þá hvítur með rosalega góð tök á drottningavengnum og reyti fyrir mennina sína en Svartur hefur mikið rými á kongsvagnum og hann vonast til þess að ná að brjótast í gegn til dæmis með að leika H5 G4 og sækja hvíta kongnum. Þannig að þetta er mikið kapphlaup. Já, ég hugsa að þetta svona stöðutýpa hendi Ingvari ágætlega, hann náttúrulega þekki þá hvað hann að gera. En þú veist, þetta er ekki hægt að drepa á Asíu núna? Það byrjast vera. Sjáum að ef að hvítur drepar á Asíu þá verður biskupinn í uppnámi á eftir. Leika bara A4 núna. Ok, hann var onni á A2, hann saman það. Ég hefði haldið að það væri eðlilega að leika bara A4, sko. Já, halda þessu þannig. Já, en ok. Spurning hvort að hann freistist til að drepa hendna P og A2, en Jóhann, eða hvort hann ætla bara að leggja allt undir í sóknina. Þetta er eitthvað skrítin uppsetning hjá Svörtum, sko. Mér sýnist nú að hvítur hlutlætt sé að sé með, já, ok, þannig að þá skiptir ekki maður, getur líka A4. Jóhann er kannski að hugsa að fara með hrókin yfir og brjótast hann í gegn. Já, ég held að þetta hafi verið rétt ákvörðun hjá Jóhanni að bara að taka sénsinn á þessu og það var það sko spurningin hvað hvítur gerir, veist, hvort þú haldir ekki áfram á drottningavæng eða hvort þú sért að fara að undirbúa einhverja aðgerðir á kongsvæng til þess að kóngurinn sé öruggur. Jó, hann allavega er að hugsa lengi, hann fer með riddarann tilbaka á B4. Já, hver gæti hugmyndi verið með þessu? Það gæti verið hugmynd að leika riddur í C7 til þess að jafnvel að fórna skiptamun að því að ef þú nærða að losna við hvítridda biskup Svarts að þá er sóknar þungi Svarts alveg frá, sko. Já. Og að því að biskup Svarts á H6 er mjög lélugur, sko, þannig að það er svona stöðuleg hótun í stöðinni, sko.
til dæmis riddari drepur C7, hrókur drepur C7, G4 eitthvað slíkt að bara drepa á hérna á D7 Einmitt. Draga svolítið tennurnar úr sókninni. Og þá getur þú haft stjórn á A og C-línu með því að leika biskupnum B5 og A4 og riddar á C6 og þú tapar aldrei skákinni. Þú veist, það er spurning, eins og núna sko, þú kannski þarf ekki að gera þetta strax, þú getur bara að þróa tablið einhvern veginn, leikið til þess kongur H1 eða biskup F2 eða eitthvað slíkt sko. Einmitt. Eða, já, þannig að, þú veist, H3 nú ekki hrifinn af þessum leik en allt í lagi held ég samt líka sko, svona almennt séð maður ekki að hreyfa peðin þegar andstæðingurinn var að reyna að máta mann sko, því það eykur yfirleitt sko slagkraft framrásarinnar. Góða punktur á Helga, það snert ekki mikið peðanum fyrir framann eigin kongstöðu. Jóhann leikur G4 og opna tablið þannig og þá er spurning hvort það verður að drepa, hvort að Ingvar gerir eins og Helgi stakk upp á, gefa skiptamöðum til að ná tökum á hvíturautunum. Já, hann er með núna með sko, að því að einu stöðuleg hugmynd hefði verið bara að halda peðanum hann eins og þau voru sko, en þetta ætti nú að vera fín staða á hvít sko, vegna þess að hérna vegna þess að hann er með 2 peð uppi, hann er með biskupaparið og svartur þarf væntanlega að fórna. Já, ok, alltaf hann reyna að virkja biskupin svona. Ég hlutlegt sé að ætti þetta að vera fín stað á hvít, en svona stöður eru líka mjög trikki sko. F4, F3 á framrásin er svona, hún er svona að koma. Já. En það er spurning hvað Jóhann gerir á biskup H4, það er náttúrulega fristandi að drepa á B6, þá kemur kannski hrókur B7 og þá er riddarinn þarna óvaldaður sko. Mitt. Þannig að ég veit ekki sko, mér finnst það eins og já, biskup, eða svona þessi leiki hjá honum Ingvar ekki alveg nógu hérna markvissir. Þannig að ég held að Jóhann sé svona mögulega eitthvað að snúa á hann, ok, núna kannski drottning drepur, kannski riddari H4, þetta er svona þetta er orðið ansi hættulegt á hvít. Já, tök hvíts á stöðunni aðeins að minnka og maður myndi halda að riddari H4 væri eðlilegasti leikurinn í stöðunni. Já, opna þá möguleikan og að nýta gíljuna fyrir báðarhókana. Já, maður myndi halda að það ættir að leika biskup G4 hér, ekkert að vera að hugsa of mikið um þessi peð, en þá kemur núna kemur kannski hrókur C4 til greina og vinna E4 peð. Gerir það? Já, þetta er svona hann er aðeins búinn að missa stjórnina á þessu hann Ingvar. Ok, hann drepur. Já, ég held að þetta getur ekki verið gott og hvít. Eina sem kannski G8. Já, þetta er orðið mjög óþægileg pressa. Það sem hjálpa kannski Ingvari núna er að hann á aðeins betri tíma. Jóhann komin undir 30 sekundur. En það er eitthvað svona, það eru svört ský sem er að myndast þannig yfir kongstöðu hvíts. Já, þau eru ansi hættuleg og hérna það sem ég var að tala áðan var að þú bara myndir halda tablunum lokuðu og sko ekki að opna G-línuna og ekki að opna fyrir F4, F3 en alltaf, ég meina þetta er mjög snúin vörn sem að hvítur standur frammi fyrir vegna þess að það eru líka margir fórnarmöguleikar. Svartur getur bætt stöðuna með ýmsum hætti. Ok, drottning D7, spurningum og riddar Móni. Já, þá er þetta búið, en Móni á G2 líka og getur síðan. Já, held ég að þetta sé bara búið og Jóhann er að minnka munin í 3-2. Inga best áfram, en hann er orðinn heilum hrók undir og með slæma kongstöðu, lítið mótspil eftir. Já, nú getur hann ekki skákað upp í barið, þetta var snjallt hjá Jóhanni. Já. Finga drottninguna á svartan reit. Og Ingvar gefst upp. Já. Já. Jóhann er að komast í gang, hvernig er það?
Já, mér fannst Ingvar tefla þessa skák mjög vel framan af og en sko það svona oft í kóngsundirunum að þú verður að tefla svolítið á nákvæmni til þess að halda mótspili andstæðingsins í skefjum og hafa eins og kannski Ingvar sko hann kannski hafði ekki kallan alveg nógu vel valda þarna eða ef þú vildir fara í þessa skiptaminsfort þá fannst mér koma vel til álita að leyfa svörtum að leika G4 og bara láta það í friði og ekki en þetta náttúrulega flókið og já sko að því að riddarinn á B4 var líka óvaldaður þannig að þú veist það svona að mörg að huga sko þegar þú ert að tefla svona með hvítu að maður verður að sjá vel fyrir sér hvernig best að koma í veg fyrir að því að strategíst ætti þetta að vera unni tefla hvít. Einmitt. Þeir eru komin á stað í 7. skákinni og þá það Ingvar sem að stýra í svörtumörunum og ef ég fer eldsnöggt tilbaka þá var þetta sikilega vörn, svona sjaldgæft afbrigði með riddari F6 og þetta allt saman þekkt. Hvítur tekur á sig þetta tvípið þarna á síðlínunni en hefur ágætis rými fyrir. Svona hefur nú Ingvar telt áður. Jó, hann virðist ekki þetta ágætlega. Já, ég ekki hrifinn að því að tefla svona mútið Jóhanni. Nei, af hverju ekki þá? Vegna þess að ef þú gefur honum of mikið svæði og án þess að hafa svona rökrétt mótspil að þá hann mjög góður að nýta yfirburðina í svæði og betri mönnum og svona af því að hann ansi beinskeyttur skákmaður og frumkvæðið, það má ekki gefa hann of mikið frumkvæði sko. Sko það alltaf í lagi að hann hafi frumkvæðið sko, eða svona áferðarfallir í stöðu en þú verður alltaf að leita leið að vera þá með svona virt mótspil. Einmitt, áhugavert. Þannig að því að hann hefur tilhneigingu hann hefur vissa tilhneigingu til þess að tefla yfirbúrskent hann Jóhann. En núna eins og til og með þessi leikur, mjög yfirbúrskenntur á mínu mati, riddari D4 og svartur bara í góðum málum sko. Já. En hann vil leikur ekki riddari D4. Það sérkennilegt. Þú hefði viljað létta stöðinni svona? Já, ég syndist að bara líta vel út og svart. Þeir hafa báðir hókar á land núna og riddari D4 leikurinn ennþá inn í myndinni eða hvað? Hann ekki eins sterkur á áðan sko. Hann ekki eins sterkur vegna þess að já, ég minna ég veit ekki okkur H3, já, kannski ég veit ekki. Allavega eins og staðan núna þá hefur hvítum fleiri valkosti sko að svara af því þú ert búin að skuldbundið að sko að langkrúk hennar langt. Einmitt. En allt í lagi, ég meina að þetta bara staða, ég held að þetta sé betra hvít, þessi staða. Já. Eins og við sögum að hann þá dugar Ingvari jafntefli í þessari skák en ef að Jóhann vinnur þessa skák og þá jafnar hann einvíð í 3-3 og þá förum við í svona nokkurs konar bráðabannaskák þar sem við fáum þá eina skák til viðbótar og sá sem vinnur hann vinnur einvíð. Fáum ekki ólíka tíma hjá keppendum, það verið jafn tími en sá sem vinnur skákina vinnur einvíð og við höldum áfram þangað til annað hvað vinnur. Já, ok. Þannig að fyrirkomulega eins og í New York. Já, svo bara vona keppendur verið ekki ofriðsamir eins og Carlsen og Nebo. Já. Rókur G1 og hefur augað þá með biskupni sínum á G2 og Ingvar leikur G5. Hvað segir þennan leik, Helgi? Var þetta rétt? Ég held að þetta sé erfið staða á svart. Þetta ekki góð staða á svart. Núna þarf hvítur einhvern veginn að möndla á eins og Jón að gera hann þá með augastað að leika riddari D2, riddari E4. Riddarinn fer í smá flakk, endar hér og Jóhann hefur þá auga með C5-peðinu og D6-retnum og Ingvar leikur F5. Já, þetta nú athyglisvert. Þetta athyglisvert. Það spurning, já. Nú getur Jóhann sem sagt drepið þetta peð á 2 mismunandi vegu, annað hvort með þessu peði eða með framhjólaupi eins og hann gerir. Og þá fær þessi biskup aðeins meira andrými heldur en hann hafði en á sama tíma þá fær hvíti biskupin töluvert pláss líka.
Já, þetta virðist hafa heppnast hjá Ingvari. Hann búinn að búa sér til mótspil. Ekki alveg viss þennan leik hjá Jóhanni, sko. Af því að þú léttir svolítið á stöðinu og opnar F-línuna. Já. Fyrir Róka að spurning, sko. En þú ert náttúrulega ennþá með stjórn á D6. Riddaridribur E5, biskutribur E5, biskutribur E5, drottningdribur E5, drottning C7, Róka D6, eitthvað svoleiðis. En mín tilfinning samt einhvern veginn að þetta ætti að vera í góðu lagi og svart, sko. Ef þú bara skiptir upp á heila draslinu, sko. Og drepa hér bara á létta stöðinu, já. Já, kæmi kannski biskutribur B7, kongudribur B7. Já. En það er eðlilegt að hann Ingvar sé að velta þessu fyrir sér. Hvernig sé best að bregðast við. Það hefur saxast aðeins á tíman hjá Ingvari, hann kominn vel undir mínútuna og Jóhann eins og oft áður svona með góðan tíma. Ég veit að ég held að þetta sé nú sko ekkert svo mikið, sko, sem að ég held að þetta sé bara allt í lagi og svart, sko. Ég held að þú að drepa með drottningu þegar þú drepur á B7. B7, einmitt. Hann gerir það ekki hvort þannig að það skiptir ekki máli. Og bara drepur á E5 og svo leikur þú drottning C7. Svo ferðum við Rókinu F-línuna. Já. Eftir Róku D6. Þetta er allt svo tímafrætt í hvítum, sko. Og Jóhann gefur sér tíma í hvort biskupannan er að taka, hann tekur á F5. Já, það skiptir ekki neinu sérstökum máli út af því að, ok, hann er ekki viss þennan leik, sko. Af því að núna er H6-peðið þetta er drottning G7 og það er onni. Veikt peð á H6. Þú þarft ekki þá að leika Róku D6 en Róku D3, já. Veitum nú hvernig er tíminn, já. Er Jóhann með mun betri tíma? Já, hann er með tölvöld betri tíma. Ingvar komin undir 20 sekúndundar. Aha, já, þetta var hugmyndin hjá Jóhann að leika. Ok. Spurningum að reyna að eldast við H6-peðið, sko. Getur skáka hérna á H8. Ef hann vill. Þannig að 5 Rókin inn á D6 og hvað svo? Já, ég ekki alveg viss þannig leik. En skákar, já. Og heyrði peð á H6. Onni á G5, já. Jú, ok, þetta er allt í lagi, á meðan að ef að hvíti kóngurinn er örugur. Virðist vera að passa sig, sko, af því að Rókur F1 er stórhættulegur. Já, er ekki? Jafnvel núna bara. Jú. Og hótar þá að fara hérna inn á B1 og ég held að þetta sé bara búið. Með jafnteflishótun að minnstakosti. Nei, hann valdar A1 reytin, ok. En býtu nú við, nú hótar hann Róku getur B1 mát. Hvað gerir Jóhann við þessu? Það getur skáka og leiki C3. Skáka á E4 með drottningu. Gerir það og svo valda B1 reytin með að leika C3. Já. Kóngurinn fyrir á B8. Þetta er orðið mjög spennandi. Ingvar með 12 sekundur og Jóhann að fara undir 20 sekundunar. Akkur er hann að gefa Rókin? Hann gat leikið C3, eða ekki? Jú, hann hefur kannski verið hrættu við drepið og drottning A5 eða hvað, ég veit það ekki. Áttum ekki á því í fljótu bræði vegna þess að... En býtu nú er Ingvar orðin... Hann er bara Róki yfir. Róki yfir og með góða stjórn á þessu HP og hvað gerist? Ingvar er komið niður í 5 sekundur, nær hann að klára þetta? Og hann er Rókin bakvið. Já, hann lítur að klára þetta. Jú, hann getur skákað en Ingvar er búinn að tvöfalda hálíunni. Já, þetta er kólunnið og svart. Hann heldur áfram að skáka. Ingvar er það sjóaður í þessu, myndi maður halda. Félur kóngið sinna á B6 er einhver möguleik að kóngur lendi í vandræðum hann það? Jú. Nei, hann gafst upp. Gafst upp. Og Ingvar fagnar, hann verið algjörlega úrvinda eftir þetta. Hann er séu verið þessi heim í þess. Það er gaman að sjá öll þessi litríku svipbrigði hjá Ingvari eftir að hann vinnur eða tapar. Það er gaman að því. 4-2 Ingvari Þór Jóhannssoni í vil gegn stórmeistarinn Jóhanni Hjartarssoni. Nokkuð óvænt úrslit með það sem að flesti byggustuði fyrir einvið, en þetta voru skemmtilega skákir og spennandi einvið
og við ætlum að vona að við getum fengið Ingvar hérna í örstutt spjall aðeins að heyri í honum hljóðið svona hvernig honum fannst þetta einvígi. Ég ætla að þakka Helga Ás Gretarssyni stórmeistara kærlega fyrir að vera með mér hérna. Já, takk fyrir sömuleiðis, það var gaman að vera með þér. Já, gaman að hafa þig og við komum aftur eftir augnablik með sigurvegarann Ingvar Þór Jóhannesson. Ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferð þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Sælir aftur, kæra áhorfendur, þið eru að fylgjast með beinni útsendingu frá Síminn Invitational og við erum komið með Ingvar Þór Jóhannesson til okkar. Hann lagði Jón Hjartarson á velli 4-2 í mjög skemmtilegum vígi. Ingvar komst 3-0 yfir og svona það voru flesti sem að byggust við því kannski að Jóhann myndi hafa þau undir svona fyrirfram. Já, ég líka. En þú náður heldur betur að láta ljósið til kína þarna. Sko, fyrsta skákin var kannski svona ákveðin vendipunktur í þessu. Já, hann greinilega leikur hróknum hann onni bara í lokin sem hann alltaf gaf mér svona ákveð, sjálfströðs bara að komast í gang. Eins og þú sagðir, flestir byggust við að Jóhann myndi vinna og þar með tali ég, þannig að kannski ég verið svolítið afslappar að þú veist, það var bara gaman af þessu. Góð reynsla að keppa við svona gamla hetju. Akkurat, á þeim tímapunkti í skákinni þegar Jóhann leik hrók af sem er hrókur 1-2 þá virtist hann vera svona ná ágætum tökum á skákinni.
Þú varst með góða bætur, skipta með undir en Já, svona fín tök. Fannst ég á svona skemmtilega bætur en mér fannst ég verið búin að missa tökin svolítið. Einmitt. Þú fær hérna í rauninni bara frían vinning Já. og það gefur þér svona smá innspýtingu inn í næstu skákjör og þú kemst í 3-0 fyrir hlé og svona er Jóhann að vinna 2 í röð. Varstu farin að stressa stæðis þarna? Já, að vinna 2 í röð og ég er með svart í næstu. Já. Og hann hafði unnið mig í frakkanum og teldi E4 aftur. Einmitt. Og þú skiptir yfir í þetta afbrigði sigurvörð með riddari F6. Já, þetta er svona lína sem að ég hef gripið til svona annars lagi, svona til að koma ávart. Einmitt. Ekki alveg þokkalega. Þetta er svona ákveðið harðlífi en ég er svona mikið fyrir svona harðlífustöðu, bara svona hentar ágætlega, já. Bara lokað og svona aðeins reyna eitthvað að manúvera. Einmitt. Hann er bara betri því og ég held að hann hljóta að vera með kólunni í síðuskákinni. Einmitt, hann var með mjög góð færi þarna ákveðin tímapunkti. Misti tökin á þessu þarna í lokin og þú kemst inn á fyrstu reituröðinu með rókana, hóta máti og þá hann að gefa lið og þá var þetta bara búið. Já, ég átti að í mómentinu þá var ég ekkert að skynja sko þegar ég kom inn á fyrstu reituröðina hvort þetta væri mátið ekki sko, hvort hann geti bara leikið kannski C-peðinu fram og þá var ég klemma þegar hann hóta að taka peðið hann á D7 og þá var ég komin í klípu sko. Nákvæmlega. Þannig að ég náði ekki alveg átt að má hvað var í gangi en þetta var eina sem gæti gert í stöðunni og sem betur fyrir að þá bjargaðist það. Ég var eiginlega svona hálf í sjokki eftir það. Já, einmitt. Ég var auðvitað það. Skemmtilegt og við óskum Ingvari til hamingju með sigurinn gegn stórmeistarinn Jóni Hjartarsyni í fyrstu umferð. Ingvar er þá kominn í 8-manna úrslit og það verður gaman að sjá hvernig hann vegna þar. Við verum hérna aftur næsta sunnudag með 3 einvígi. Það er sem sagt Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, landsliðskona sem mætir stórmeistaranum Braga Þorfinnssyni. Það eru stórmeistararnir Helgi Ás sem var hérna hjá okkur áðan og Hannes Lífa Stefánsson sem mætast og svo fáum við líka alþjóðlegu meistarana Alexander Dómatsjúk Jónasson og Björn Þorfinnsson sem tefla saman. Það verður skemmtilegt kvöld. Við sjáum ykkur vonandi aftur að viku liðinni, kæru áhorfendur. Þökkum ykkur árið í kvöld og ég þakka Helga Ás, stórmeistara fyrir að vera með mér og óska aftur Ingvari Þór til hamingju. Sjáumst í næstu viku.